Unnið að gangsetningu Kísilvers United í Helguvík þessa dagana. Byrjað var að kynda upp í bræðsluofni Kísilvers United Silicon í Helguvík í vikunni. Eldurinn þarf að loga í ofninum í 60 klukkustundir áður en bræðsla á kísli hefst í kísilverinu. Í þessari viku hefur verið unnið að prófuna á búnaði en framleiðsla hefst á næstu dögum. Magnús Garðarsson, framkvæmdastjóri United Silicon, hafði ástæðu til að fagna tímamótunum í vikunni. Já, þetta góður dagur. Loksins kveiktu við í ofninum og fyrsta áfangunum bara að baka fóðringuna og svo kemur framleiðslan í beinu framhaldi að við getum haldið áfram að testa og svo kemur kísilinn vantarlega eftir nokkrar vikur. Hvernig þá rauninni staðan á verkefninu í dag? Staðan bara þú að verksmiðjan er fullkláruð og við erum bara að núna testa framleiðslubúnaðinn og í þessu test þá er líka það sem heitir hot run test og það byrjum við að kveikja upp og náttúrulega testar allar þessar græjur eru í lagi og allir skynjarar og allt stýrikerfið talar saman og hefur stjórn á allir verksmiðjunni. Svo þetta bara nokkur stór áfangi þótt að við erum ennþá ekki byrjað að ná þetta raforku. Þannig að framleiðslulína sem slík er tilbúin? Framleiðslulínan er alveg tilbúin, já. Og við væntanlega byrjum að nota raforku á mánudaginn eða þriðjudaginn næstu viku. Er þá áætlað að þið farið að bræða kísil? Já, þá kemur kísilinn út, þá fyllum við hráefni í ofninn og heldum áfram að prófa búnaðinn. Og þá kemur kísill og það þarf alltaf að virka og testast og svo við erum bara undirbúa restina og klára okkar hluti og þá fer þetta í gang. Það hafa verið nokkur ljón á veginum hjá ykkur og þetta hefur tafist kannski lengur heldur en þau gerðu ráð fyrir? Já, það hafa verið steinar á leiðinni og við erum núna 60 dögum og seinir með að setja í gang. En þetta er mjög stórt verkefni og ófyrirséðir hlutir hafa skeð. Meðal annars þá sprakk hjá okkur einn spennir í júlí og það tók tíma að finna annan spennir sem passaði og við fengum að leigja hann og mjög flott hjá HS Veitum að hjálpa okkur með að útvega þennan spennir og á meðan er verið að búa til nýjan spennir í Ítalíu og það tekur allt saman tíma. Ertu búin að manna fyrirtækið? Ertu komið starfsfólk til þess að bara hefja að standa? Já, við erum komin með flesta starfsmenn. Okkur vantar kannski svona 10-12 manns í viðbót. En akkurat núna erum við með 13 manns frá Noregi sem eru að hjálpa okkur með að starta verksmiðjuna og þeir fara svo heim, fyrstu fara heim jólin og svo eru 5 eftir og þeir fara heim í febrúar. Svo við reiknum með að þurfa að ráða cirka 12 Íslendinga í staðinn fyrir þá. Og hvernig er svo framhaldið? Er þið eitthvað farnir að hugsa næstu áfanga? Já, við hugsum alltaf næsta áfanga og en akkurat núna fókusur við á að koma þessum fyrsta ofni okkar í góðan og stabílan rekstur og þá byrjum við að skoða og planleggja ofn númer 2. Við erum náttúrulega með rekstrarleyfi og með pláss á lóðinni fyrir 4 ofna allt í allt. En við tökum eitt skref í einu og einbeitum okkur að vel að því. Þegar maður sér yfir svæðið þá sér maður að það eru hrúgur af kvars og ykkur spænir og kol. Þú ert komið með allt sem það þarf í þetta og hvernig verður þetta? Hversu tíðar verða ferðir til og frá verksmiðjunni með hráefni og afurðir? Já, það kemur að meðaltali 1 skip á viku hjá okkur með hráefnum, bæði frá Portúgal, Hollandi, Kanada og Póllandi. Og það, við erum með fulla byrður núna til þess að geta sett framleiðsluna í gang. Við erum með byrður núna fyrir 6 vikna framleiðslu og við byrjum að nota þær í byrjun næstu viku og þá sjáum við þegar við þurfum að fá næstu skipin verða vantarlega í lok nóvember og byrjun desember. Svona fyrir hinn almenna borgara sem kannski veit ekkert mikið þessa framleiðslu, hvað nákvæmlega að gerast
í þessum mannverkjum í Helguvík? Hvað eru þið að bræða og hvað verður úr þessu? Já, þetta sko efnabreyting sem fer fram í ofninum. Kvarts náttúrulega kísiloxíð og við blöndum réttum hlutföllum kvarts og kolum og tréflís í ofnin og þegar það er hitað upp þá fer efnabreyting fram og kolefnið stelur súrefninu frá kíslunum í kvartsinum og það gufar upp í gegnum lofthreinsivirkið okkar og svo fáum við hreina kísilinn út í botninum og ofninum þar sem hann lekur út og við erum með þannig bræðsluofn að við erum með það sem heitir continuous tapping, það segja að kísilinn er alltaf að leka út.